þennan opnunar viðburð Gervigreindar-seturs Háskóla Íslands. Ég Stefanía Benónýsdóttir og ég faglegur leiðtogi setursins og fundarstjóri hér í dag. Gervigreindarsetur Háskóla Íslands nýr vettvangur fyrir þverfaglegt samstarf í rannsóknum sem snerta gervigreind og gagnavísindi. Og í dag munum við heyra fjölbreytta fyrirlestra gervigreind og einnig spennandi pallborðsumræður hlutverk háskóla í þróun og nýtingu gervigreindar. En fyrst á svið hún Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, sem ætlar að fara með nokkur orð. Góðan dag, gaman að sjá hérna stappfullan sal á þessum frábæra degi. Það mér mikil heiður og ánægja að fá að segja hérna nokkur orð að opna Gervigreindarsetur Háskóla Íslands. Við höfum beðið eftir þessu með miklu spenningi frá því að undirbúningur hófst og búið að ráða starfsmann og allt komið á fleygiferð. Þetta auðvitað eitt af helstu viðfangsefnum okkar þessa dagana. Það gervigreindin og skoðanir fólks og hugmyndir hana eru eflaust jafn ólíkar og þær eru margar. Sum okkar sjá möguleikana sem að gervigreindin opnar sem stórkostlega framför, aðrir líta á hana sem alvarlega ógn við mannkyn. En hvernig sem við horfum á málið þá ljóst að gervigreind komin til að vera og við komast ekki hjá því að gera annað en að tileinka okkur hana, rannsaka og læra að nýta okkur hana á ábyrgan hátt. Og það auðvitað ljóst að gervigreind mun hafa gríðarlega áhrif á háskólastarf og auðvitað þegar farin að gera það. Við erum farin að sjá það líka í rannsóknum að greinar að breytast og það dælt inn alls konar verkefnum, alls konar greinum til ritstjórna sem að þurfa að meta þær og svo grunar okkur auðvitað líka að það sé farið að ritrýna þær með gervigreind. Þannig að það næg verkefnin. En við þurfum auðvitað að nota þetta eins og ég sagði, á ábyrgan hátt, bæði hvað varðar nám og kennslu, rannsóknir og nýsköpun og í stjórnsýslu og stoðþjónustu og þá auðvitað kemur að því að við þurfum að hugsa líka hvaða gögn erum við að hleypa gervigreindinni í vegna þess að við auðvitað förum með gríðarlega mikið af persónugreinilegum gögnum sem að ekki mega fara í opna umferð. Og nú haustmisseri vann starfshópur hér við HÍ drauga-stefnu og aðgerðatillögum varðandi nýtingu gervigreindar við Háskóla Íslands og þar áhersla kannski fyrst og fremst á nám og kennslu, en stefnan unnin eftir ítarlegt samráð og var samþykkt núna á síðasta fundi Háskólaráðs á árinu, það var bara fyrir viku síðan. Og stefnan byggir á 3 stoðum, það að segja færni og þekking, að nemendur og starfsfólk hafi framúrskarandi þekkingu og færni til að nýta gervigreind á ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt í námi sínu og starfi. Skilvirkni og nýsköpun, að við nýtum gervigreind til að auka skilvirkni í stjórnsýslu, rannsóknum og kennslu og skapa okkur svigrúm til nýsköpunar. Og loks jafnræði og aðgengi, að nemendur og starfsfólk hafi jöfn tækifæri til að nýta sér þau gervigreindartæki og þann stuðning sem háskólinn býður upp á og þetta auðvitað kallar á gríðarlega fjárfestingu sem við þurfum að finna fé til. Stefna verður kynnt núna á næstu vikum og í kjölfarið þá þurfum við að taka ákvarðanir hvað við ætlum að kaupa, hvaða þjónustu við ætlum að bjóða upp á. Þannig að þetta ekki síður hlutverk þeirra að rannsakana og miðla þeirri þekkingu sem þannig skapast og hér erum við auðvitað í dag að fagna opnun Gervigreindarseturs Háskóla Íslands sem í senn rannsóknarsetur og vettvangur fyrir þverfaglegt samstarf í rannsóknum og þróun á sviðum gervigreindar og gagnavísinda og hlutverk setursins meðal annars að styðja við rannsóknir og menntun, vera farvegur fyrir miðlun þekkingar út í samfélagið og að hvetja til umræðu ábyrga nýtingu þessar tækni. Og hugmyndin að rannsóknarseturinu kviknaði, skilst mér, þegar Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði, hóf að undirbúa endurvakningu tölfræðimiðstöðvar HÍ, þar sem hún starfaði sjálf á sínum námsárum og fékk til liðs við sig Hafstein Einarsson, dósent í tölvunarfræði, Lotte Maríu Ellingsen, prófessor í rafmagns- og tölvunaverkfræði, Hrefnu Dögg Gunnarsdóttur, lektor í lögfræði og Elías Rafn Einarsson, rannsóknarlektor í jarðeðlisfræði, skemmtilega þverfræðilegur hópur þarna. Og þau hófu saman undirbúninga þessu stofnun þessara seturs fyrir gervigreind og gagnavísindi. Og verkefni fékk góða meðbyr frá Stærðfræðistofu, Raunvísindastofnun og Verkfræði- og náttúruvísindasviði HÍ og því fylgdi vilyrðum fjármögnun sem skiptir ekki hvað síst máli. Og þau fengu svo til liðs við sig, faglegan leiðtoga, Stefaníu sem opnaði hérna áðan
og við treystum á að verði okkur verði sannlega dýrmætasti starfsmaður Háskóla Íslands á næstu árum. Við munum öll vera að leggjast á þig með verkefni. En eins og ég sagði áðan þá þetta þverfaglegt verkefni og það þetta skiptir gríðarlegu máli að öllum rannsakendum við Háskóla Íslands standi opinn aðgangur að verkefnum og öll þau sem að vinna verkefnum tengdum gagnavísindum að gervigreind geta gerst aðilar að setrinu og þarna eru komnir hátt upp í 50 vísindamenn af öllum fræðasviðum og hópurum fer sístækkandi og þetta auðvitað eitt af því sem að ég vil leggja áherslu á í minni rektorstíð, það þverfræðileikinn, þannig að mér finnst ofboðslega gott að sjá að þetta ekki einangrast inn í einu fræðasviði. En með því að styðja rannsóknarmenntun á sviði gervigreindar og gagnavísinda stuðlar gervigreindasetrið að öflugu rannsóknarsamfélagi sem ýtir undir nýsköpun og samfélagslega framþróun og sem skýr snertipunktur við samfélagið eykur setrið sýnileika vísindafólks og auðveldar þannig bæði stjórnvöldum og atvinnulífinu að leita til réttra sérfræðinga þegar þörf er á fræðilegu áliti sem að tengjast gervigreind og gagnavísindum. Þar að auki mun setrið vinna markvisst að því að auka aðgengi framhaldsnema að hagnýtum rannsóknarverkefnum og skapa þverfaglegan vettvang fyrir gagnrýnar og ábyrgar umræður gervigreind þar sem hægt er að fjalla opinskátt bæði tækifæri og áskoranir á hlutlausan máta. Og við ætlum að byrja á því hér í dag og ég hlakka til að hlusta á erindin og umræðuna sem fara hérna fram og eftir og óska ykkur góðs gengis. Þakkum Silju Báru kærlega fyrir þetta innlegg og núna langum að bjóða velkomna á svið Írisi Eddu Novenstein, lektor við hugvísindasvið Háskóla Íslands. Já, komið sæl öll sömul og til hamingju með daginn. Það búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þeirri gríðarlegu vinnu sem liggur á baki þessari opnun og ég hef mikla trú á þeim samstarfsvettvangi eða þeim vettvangi sem gervigreindasetur Háskóla Íslands á eftir að skapa, kannski fyrst og fremst því þverfaglegt samstarf myndar kjöraðstæður fyrir nýja þekkingu, nýsköpun og tækniuppfærslu. Og vonandi næg að sýna ykkur hér í dag að hugvísindi eiga sinn stað í núverandi gagnavísinda og gervigreindabyltingu og ég ætla að gera það út frá þeim rannsóknarsviðum sem ég tengist helst hér á hugvísindasviði, málvísindum og máltækni og þegar ég eftir að sjá að þessi rannsóknarsvið teygja sig líka inn í heilbrigðisvísindi út frá talmeinafræði. En í þeim hópum sem ég tengist má segja að við vinnum bæði að rannsóknum á gervigreind og með gervigreind. Við skoðum til dæmis árangur risamálíkana í að skilja og framkalla íslensku og svo vinnum við að ýmsum verkefnum þar sem máltækni og gervigreindatól auk gagnavísinda nýtast í rannsóknir á tal- og málröskunum hjá íslenskumælandi fólki, til dæmis vegna taugarhörnunarsjúkdóma á borð við Alzheimer. Og hér á glærunni eru líka dæmi námskeið við hugvísindasvið sem tengjast þessum verkefnum en ég ætla að reyna að gefa ykkur innsýn í rannsóknirnar fyrst og fremst. Og við byrjum á spjallmennunum, því sem við erum farin að kalla gervigreindina í daglegu tali, þar sem risamálíkön eru undirliggjandi tækni. Og þar hefur markaðssetningin verið á þá leið að þetta sé eins og að geta talað við sérfræðing með doktorsgráðu í hvaða viðfangsefni sem og það sem sagt talsverð svona manngerving til staðar í sölumennskunni og almennt gert ráð fyrir því meðal annars út frá formlegu samstarfi við íslensk stjórnvöld að árangurinn á íslensku sé mjög góður sem hann og spurningin þá kannski hvert hlutverk hugvísindafólks í þessari umræðu og mér finnst það að einhverju leyti vera að efla gervigreindalæsi út frá spurningunni það hver munurinn sé eiginlega á spjallmenni og til dæmis mennskum sérfræðingi með doktorsgráðu eða bara hver munurinn sé á risamálíkani og mannesku sem lærir mál með hefðbundum hætti liggjandi í spjallbílingun þess að það að grunnvirkni risamálíkana gjörólík því sem á sér stað í mannshuganum. Þó það á gervigreind að grunnvirkni risamálíkana einfaldlega á gervigreind að grunnvirkni risamálíkana einfaldlega að spá fyrir næstu einingu í texta út frá mynstrunum í þjálfunargögnunum sem eru gríðarlega stór textasöfn. Og við vitum ekki hvað mikið að texta á baku bestu líkunin núna en við erum með upplýsingar eldri líkun og á baku GPT-3 voru til dæmis 200 milljarðar orða í þjálfunargögnunum og til samanburðar getum við
Gerst ráð fyrir því að 10 ára barn sem hefur þá náð ágætistökum á tungumálinu hefur heyrt 100 milljónir orða á sinni ævi og tölurnar sem fólk að tala núna án þess að það sé alveg vita eru til dæmis 13 billjónir orða í þjálfunargögnunum fyrir GPT-4 og ennþá meira fyrir GPT-5. Og út frá þessari grunnvirkni þá kemur ekki á óvart að þessi mállíkön fara oft með fleipur, bulli því það er í eðli þeirra að spinna út frá líkindunum í þjálfunargögnum. Þau segja mjög sjaldan, ég veit það ekki. En það er einmitt þessi í rauninni þetta tölfræðilega eðli, þessi tölfræðilega eiginleikar sem gera risamállíkuna alveg ótrúlega gagnlegum tólum. Þau eru að hluta til nytsamleg því þau eru einmitt ekki eins og sérfræðingur með doktorsgráðu. Risamállíkun og gagnavísindi almennt geta unnið verkefni sem manneskjur hafa ekki tök á. En þessi munur á okkur og þessum vélum og það hvað þær eru góðar í að líka eftir sannfærandi mennskum texta þýðir að þær eru vandmeðfarið tól. Og það í rauninni það sem hefur verið kjarninn í ýmsum rannsóknum sem hugvísindafólk hefur gert á risamállíkunum eða gervigreindinni, sérstaklega í málvísindum og máltækni. Einmitt út af því þetta eru textavélar sem byggja á líkindum ýmislegt óstöðugt í árangri þeirra. Til dæmis gengur verr að telja stafi ef þeir eru 29 í staðinn fyrir 30 og það gengur líka verr að leysa dulmál og einföld stærðfræðidæmi ef tölurnar sem byggt á eru sjaldgæfari í dæmum sem að finnast á netinu. Og félagsmálvísindi skipta líka máli í þessu samhengi þar sem þessi hér rannsókn til dæmis sýnir að þó það hafi vel tekist að koma í veg fyrir opinskáan rasisma í svörum risamállíkana þá eru ýmsir duldari skaðlegir bjagar eða fordómar til staðar og ef risamállíkun eru beðin að leggja mat á mannesku út frá textabútum frá henni matið mun neikvæðara ef textabúturinn á mállýsku sem svart fólk talar frekar. Og þetta birtist til dæmis í því að líkun mæla oftar með dauðarefsingum í dómsmálum þar sem manneskjan sem ákærð talar slíka ensku. Til viðbótar við þetta þá höfum við séð að það eru sérstakar áskoranir sem fylgja smærri málsamfélögum. Í fyrsta lagi vitum við að það kemur fram meiri uppspunni í textum gervigreindarinnar eða risamállíkana ef hún nýtt með skipunum á tungumálum sem eru ekki eins fyrirferðarmikil í þjálfunargögnunum. Gervigreindin bullar sem sagt meira á örtungumálum bæði þegar hún leysir málleg og til dæmis sjónræn verkefni. Og það líka hægt á ýktari bjögum eða slagsíðu eins og bent var á í þessar greiningu á vélþýðingum þar sem I am clever var ég snjall í karlkynni en I am stupid var ég heimsk í kvenkynni. Þannig að stundum eru sér bjagar sem sagt tengdir sérkennum tungumála eins og málfræðilegu kyni í íslensku. Og við getum mælt þetta, við getum líka mælt málfærni þessara risamállíkana. Til dæmis leggjum við sem vinnum að íslenskri máltækni reglulega ýmis próf fyrir þessi mállíkun sem mæla þá færni í framkvæmdun og skilningi bæði þegar kemur á íslensku máli og þekkingu á íslensku samfélagi. Og það til ýmsar stigatöflur þar sem niðurstöðurnar eru teknar saman. Til dæmis sjáum við hérna að Gemini 3 2,5 frá Google eru þau spjallmenni sem að koma best út á mælaborði miðeindar og svo GPT-5 eða ChatGPT í þriðja sæti. Og það eru ýmsar aðferðir notaðar í þessum prófum, stundum mælum við einkenni í texta og stundum spyrjum við hreinlega út í málfræðiatriði eins og við sjáum hér þar sem GPT-5 segir okkur að setningin María góð bílstjóri sé rétt og þetta áhugavert einmitt út frá beygingakerfi íslenskunar þar sem við erum með svona ríkulegt samræmi sem ekki endilega línulegt, ólíkt ensku og þetta merkilegt í ljósi þess að risamállíkunin alltaf að spá fyrir næstu einingu og eiga einmitt sérstaklega erfitt með þetta atriði, kannski því að setningar eins og María góð eru algengar í þjálfunargögnunum og hér sjáum við Gemini 3 sem nýkomið út sem svarar þessu rétt en svo setur líka upp þessa mjög sannfærandi töflu þar sem Sigrún virkilega öflug skáld merkt sem rétt og Sigrún virkilega öflug höfundur merkt sem algengt en ekki hefðbundið. En af hverju það mikilvægt að máltækni og gervigreindarlausnir virki á íslensku? Þið haldið kannski að ég sé að fara að enda hérna á ræðu framtíð íslenskunar en það sem ég finnst í rauninni vega þyngst í þessu vinkill sem fær ekki mikið pláss í umræðinni og það eru möguleikarnir sem fylgja máltækni og gervigreindatólum þegar kemur á aðgengismálum og heilbrigðiskerfinu almennt og sem talmeinafræðingur fylgist ég langmest með þessu út frá tal- og máltruflunum en skjólstæðingar talmeinafræðinga, börn og fullorðnir með tal- og máltruflanir eru hópur sem hefur mikilla hagsmuna að gæta þegar kemur að því að máltækni og gervigreindarlausnir virki á íslensku.
Rannsóknir lofa til dæmis góðu þegar kemur að því að nota svokölluð málsýni, upptökur af tali fólks í greiningu og eftirfylgd taugahrörnunarsjúkdóma. Við eigum íslenskar rannsóknir á þessu þar sem við erum að skoða hvernig mál fólks breytist á fyrstu stigum Alzheimer, en það sem er kannski mikilvægast á þessu sviði er að máltækni og gervigreind nýtast líka í nýjar leiðir til tjáningar og samskipta fyrir fólk með tal- og máltruflanir. Relate appið frá Google er dæmi um þetta að gera fólki kleift sem er með mjög óskýrt tal, til dæmis í kjölfar þess að hafa misst hluta af tungu, kleift að þjálfa talgreiningalíkan, gervigreindarlíkan, á eigin tali og líkanið nær að skilja manneskuna betur en ókunnugir og getur síðan texta tal einstaklingsins og endurtekið það með tölvurödd. Og þegar ég sá þetta hugsa ég að geti nýst sumum af mínum skjólstæðingum, en þetta er ekki í boði á Íslandi. Og þá er spurningin í rauninni hvernig við ætlum að bregðast við því að ýmsar stafrænar heilbrigðistæknilausnir séu aðeins aðgengilegar fólki sem talar ensku og nokkur önnur stærri mál. Og það hafa verið alþjóðleg áköll jafnræði á þessu sviði og að mínu mati eru þetta næstu áskoranir fyrir íslenska máltækni og gervigreind. Þannig að við erum að reyna að svara þessu ákalli í mínum rannsóknarhópi og helst að forsenda þess að nota ýmsar gervigreindar og máltæknilausnir í þágu fólks með tal- og máltruflanir er einfaldlega gögn. Við þurfum upptökur og texta frá fólki með tal- og máltruflanir og út af því að við erum lítið málsamfélag þá fylgja þessu ýmsar áskoranir kannski fyrst og fremst bara óumflýjanleg gagnafæð. Þess vegna finnst okkur vera lykilatriði að byggja upp innviði fyrir stöðuga gagnasöfnun, ekki bara innan rannsóknarverkefnis í 3 ár. Og við höldum að grunnforsenda þess að safna umfangsmiklum gögnum í litlu málsamfélagi sé líka náið samstarf við heilbrigðisstarfsfólk. Þar sem við erum ekki bara að biðja um gögn sem muni nýtast kannski í framtíðinni, heldur að búa til tól sem gagnast bæði í gagnasöfnun og í klíník strax. Og það er það sem við höfum verið að gera undanfari árið eða svo. Við erum að byggja aðgengilega veflausn sem gerir talmeinafræðingum kleift að nýta máltækni og gervigreindartól til að bæta eigin greiningar á tali og máli skjólstæðinga sinna og þetta sama tól gerir okkur kleift að safna gögnum ef upplýst samþykki liggur fyrir og við nýtum þessi gögn til þess að byggja upp íslenska málsýnabankann þar sem tal- og textagögn nýtast bæði í rannsóknar á því sem einkennir til dæmis taugahrörnunarsjúkdóma og málþroskaraskanir hjá íslenskumælandi fólki og svo nýtast gögnin í þróun á tjáskiptatækni eins og Relate appinu sem ég sagði ykkur frá áðan. Þannig að það er mikil vinna framundan og hérna er smá samantekt en við hugvísindafólk klökkum sem sagt mjög mörg til þess að taka þátt í þverfaglegu samstarfi á sviði gervigreindar á Íslandi meðal annars út frá þeim áskorunum sem fylgja því að vera lítið málsamfélag. Takk fyrir. Þakkum Írisi kærlega fyrir þetta skemmtilega erindi og núna ætla ég að biðja að koma upp á svið Guðbjörg Linda Rafnsdóttir. Já, komið sælöll, til hamingju með daginn og takk fyrir að gefa mig tækifæri til að vera hér með ykkur í dag. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla að, nú hreyfist ekki tækni hér, að hann ekki hoppa skýrar. Það var þessi takki. Ég ætla að fjalla örstutt netverk, evrópskt netverk sem Háskóli Íslands tekur þátt í og ber heitið BIAS og ég ætla að gefa ykkur dæmi það hvernig er verið að nota gervigreind við stjórnun á vinnustöðum. BIAS er þverfræðilegt rannsóknarverkefni. Ég er þar fyrir hönd félagsins en þar er fólk sem er að þróa tæknina og hugvistafólk og allskyns fræðigreinar stýrt af Horizon 2020. Ég leiði verkefni fyrir hönd Háskóla Íslands og með mér eru fyrst og fremst Ragnar Kemp Haraldsdóttir sem er dósent í upplýsingafræði og við erum með doktorsnema Dillis Kvartey. Svo náttúrulega koma hinn og þessir að þessu eins og gerst og gengur og það sem að ég ætla að biðja ykkur að horfa á þessa heimasíðu og horfa strax beint á rauða hringinn þarna. Það er National Lab og ef þið hafi áhugaði að fylgjast með því sem að verkefnið ber úr bítum annarstinni að þá skulle þið skrá ykkur þá finnið Ísland og skrá ykkur á lista og þá fáið þið upplýsingar. Engar kröfur en
gera það til ykkar en þið getið fengið upplýsingar það sem út úr verkefninu kemur. Nú, þetta eru löndin sem taka þátt 9 talsins og verkefni miðar að því að draga úr bjögun, úr bias, af völdum gervigreindar. Og við erum fyrst og fremst að horfa á atvinnulífið, við erum að horfa á vinnustæðina, þannig við erum að horfa á nýráðningar, úthlutun ýmissa gæða í tengt vinnunni, ákvörðunartöku á vinnustöðum og þess háttar. Og við spyrjum hvernig getum við tryggt að gervigreind sem notuð við nýráðningar og stjórnun mannus endurskapi ekki þá bjögun sem til staðar í atvinnulífinu eða skapi nýja. Og hvernig getum við þróað og notað gervigreind með það að markmið að bæta jöfnuð og inngildingu starfsfólks með fjölbreyttan bakgrunn. Þegar við erum að tala gervigreind og stjórnun í þessu samhengi, þá AI-based worker management svona lykil hugtak sem kemur mjög mikið fyrir þessum fræðum. Þetta reglífa hugtak sem vísa til gervigreindardrifinna stjórnunarkerfa sem safna oft rauntíma gögnum til dæmis framkvæmdavinnu, gæðavinnu, afköst og hegðun starfsfólks. Þetta eru stjórnunarkerfi sem eru drifin áfram af gervigreind og draga sjálfvirkar eða hálfsjálfvirkar ályktanir sem ákvarðanir stjórnenda geta byggst á. Þetta skapar þetta gríðarleg tækifæri fyrir stjórnendur og skipulagsheildir, en auðvitað einnig alls konar áskoranir og mögulegar hættur. En staðreyndin er svo að gervigreindin að breyta talsvert mikið starfsháttum við stjórnun í atvinnulífinu. Könnun frá 2024, byrjun árs eða í apríl 2024, sýndi að 75% fólks notaði gervigreindin í vinnunni. Þetta er svo kallar Work Trade Index og nær til 30.000 einstaklingar sem starfa í þekkingar'iðnaðinum víða víða veröld. 46% höfðu bara byrjað að nota samt sem var gervigreind í vinnunni fyrir hálfu ári áður. 79% stjórnenda töldu að notkun gervigreindar styrkti samkeppnishæfni fyrirtækjanna og það sem kannski pínu áhyggjuefni að 60% sögðu vinnustaðinn skorta áætlun og framtíðarsýn til að innleiða gervigreind. Þessi sami index og þessar spurningar voru sendir út aftur 2025 og það spurt, en hvers vegna verið að nota gervigreind? Okkur ekki bara verið að nota leið til vinnufélaga? Jú, gervigreindin til staðar allan sólarhringinn, hröð og góð afgreiðsla, endalaus brunnur skapandi lausna, endalaus orka, hún þreytist aldrei. Gervigreindin dæmir ekki fyrir spurningar þínar, þetta svolítið áhugavert, við getum spurt asnalega spurninga og hann skammast okkur fyrir það. Sýnir ekki óþolinmæði, krefst minni skýringar og það sem mjög áhugavert, ég á heiðurinn að vinnu gervigreindarinnar. En hvernig gervigreind notum við stjórnun í atvinnulífinu? Dæmi, það auðvitað alltaf að reyna að nota hana til þess að hraða verkferlum og auka framleiðni, skilvirkni og þess háttar. En hún mjög mikið notuð, ekki endilega ennþá í Íslandi, en samt við byrjað að gera það hér, en sérstaklega í kannski fjölmennari samfélögum, stærri fyrirtækjum, til þess að fara við starfsumsóknir, velja hvað umsækjendur kom til greina fyrir starfsviðtöl, jafnvel taka starfsviðtöl, leita líka framtíða starfsfólki gegnum gagnasöfn eins og LinkedIn. Svo verið að nota hana sem snjallræði eða vélmenni til þess að bara ræða við starfsfólkum líðan og þess háttar og greina mynstur og framkomu og leggja mat á það sem út úr því kemur og koma með tillögur hvernig bregðast skuli við. Nú það að vera að nota gervigreind talsvert mikið í tengsli við stafræna vöktun á framkvæmdvinnu, láta hana koma tillögur útdeilingu verkefna, byggt þá á upplýsingum fyrri hegðun eða frammistöðu fólks, nota gervigreind til þess að hreinlega bæta framkvæmd vinnunar, veita starfsfólki ábendingar úr kerfum í rauntíma. Þetta til dæmis það sem fiskvinnslan á Íslandi gerir á flæðilínunni og þar sem þá hægt að draga ályktanir það hvað má betur fara. Komið tillögur starfsþróun, framgang, launahækkanir, endurmenntun og fleira.
En það líka verið að nota hana til þess að vinna með spálulíkön, þar sem þá gervigreindin látin spá fyrir framtíðar afköst, jafnvel framtíðar helgun í starfi með það sem að starfsmaður hefur áður sýnt, heilsufar og fleira. Nú, vandinn í þessu, eitt stærsti vandinn sem talar í þessu samhengi þetta sem ég kalla hér svartgasheilkenni. Það að segja, við vitum ekkert alltaf hvers vegna gervigreindin kemur með þær tillögur sem hún kemur fram með. Við vitum ekki alltaf hvernig hún dregur, það ályktanir sem hún dregur. Við getum ekki alltaf spurt hana hvers vegna dregur þessar ályktanir. Og þetta svona kannski einn stærsta áskorunin í þessum fræðum. Þess vegna meðal annars hefur Evrópska vinnuverndarstofnunin og Evrópska og alþjóðlega verkalýðshreyfingin og ýmsir aðilar haft gríðarlegar áhyggjur af því hvað atvinnulífið og vinnustaðir eru mikið að nota þessa tækni án þess að hafa kannski ígrundana eða vel hvernig skynsamlegt að nota hana. Þannig að þetta frá Evrópsku vinnuverndarstofnunin sem var við því að gervigreindir í þessu samhengi sé þróuð í tómarúmi og fyrst og fremst á forsendum tækninnar. Við þurfum að tryggja virt samtali milli þeirra sem þróa tæknina, hagaðila og þeirra sem að nota hana, tryggja sanngirni, öryggi og traust við þróun og notkun tækninnar, hlutgera ekki einstaklinga sem að nota tæknina og vera að leggja áherslu á það að stjórnendur nýti niðurstöður gervigreindar sem bakgrunnsupplýsingar en ekki til þess að taka sjálfvirkar ákvarðanir. Og svo gjarnan mynd á það að það þurfa að vera einhvers konar skýri ferlar á vinnustöðum sem að grípur fólk ef því líður illa vegna þess hvernig gervigreind er notuð á vinnustöðunum. Ég ætla að segja ykkur frá 3 dæmum rannsóknir sem Háskóli Íslands tekur þátt í gegnum þetta Bias Network. Ég ætla ekki að fara út í rannsóknar niðurstöður, ég kynni ykkur þær vonandi síðar. En ég ætla bara stuttlega, við tókum þátt í rannsókn sem var gerð í Evrópu árið 2023. Það var spurningakönnun þar sem var verið að leita til starfsfólks sem hafði reynslu á notkun gervigreindar í atvinnulífinu. Við tókum þátt í að taka viðtöl við sérfræðingar á sviði gervigreindar og mannvirkjastjórnar í þessum löndum sem taka þátt, þar sem við erum fyrst og fremst að spyrja hvað verið að gera, hvað gengur vel, hvað gengur minna vel, hvernig hægt að sníða af helstu vankantana. Nú við tökum þátt í svokallari etnografískri vettvangsrannsókn þar sem við heimsækjum vinnustaði í 4 löndum í Evrópu sem að nota gervigreind við stjórnun starfsfólks. Erum að skoða hvað fólk að gera, hvers vegna, hvað gengur vel og hvað gengur síður vel. Svo höfum við verið með sameiginlegan tökum staðstöðlu viðtöl við fólk í þessum löndum sem að þróa tæknina, stjórnendur sem að nýta hana, starfsfólk sem að vinnur með þessa tækni, en jafnframt eins og fulltrúar stéttarfélaga og hagsmunasamtaka sem að eiga standa vörð hagsmuni starfsfólks. Síðast en ekki síst þá ætla ég að nefna þetta hér, við erum það hafa verið þróa svokallað sem ég þýðir sem afbjögunartækni, Bias tool, sem hefur þá að markmiði að bera kennsl á, þetta sem að Íris var að tala hérna áðan, bera kennsl á og draga úr skekkjum í tungumálarlíkömunum þegar gervigreind er notuð, til dæmis við nýráðningar. Nú eins og komum við inn á þá verið að nota ChatGPT og fleira til þess að Næstur á svið Morris Riedel, prófessor við verkfræði og náttúruvísindasvið. Yeah, warm welcome also from my side. Good to see a full house. Very nice. And og hvað segi ég? Ég bara bist afsökunar. Ég bara tala ekki íslenska í dag, bara enska núna.
af því að þeir svo mikið, abbreviations, shortcuts, EU, Euro HPC, AI, LLMs, etc. So it makes my job a bit easier, so sorry for this. I hope in a year I talk bara íslenska, okay? Right, so my name is Morris. I'm a full professor here for high performance computing and AI, and in the last 5 years, you see there are many logos here on the slide. Have been working with many EU projects and also with many colleagues that I see here in the audience to establish something called the HPC AI community, where we hope also to be very integrated in this AI center that we built here together today. And I will come to some of those logos, but not all of them. But of course, that gave us a little bit of sustained funding over the last couple of years. So you see quite a nice upward trend there as well, leveraging really Horizon grants, also the new ones from Horizon Europe, but also Digital Europe grants. And this gave us an opportunity and a momentum here to really, let's say, also broadening the research around high performance computing. And as some of you know, high performance computing and AI is really strongly intertwined today, and I will also make the case for it. So I will talk today just more about the future because we start a beautiful new center. So let's look a little bit into the future. However, every now and then I go a bit back what we have done and what we want to continue doing as part of this new AI center. So when you see here this community that is really, many people I see in the audience, professors, postdocs, PhDs, that had worked in this context for the last 5 years with many different companies. When we collected testimonials, you see there just 2 examples with Runa. Where is he? Somewhere in the audience here. We work a lot with travel on acoustics, and you see we always collect this nice, testimonials from the, let's say, work we done with them, but also Methane, large language models and so on. Very interesting company, of course, very relevant for us in AI and also for the Icelandic language. You see there a testimonial working with them. So we put our research, let's say, from grants into impact, trying it out with companies, different models, new methods. And this is also something when you want to learn more on the ehpc.s website. But many of the faces you see here are also on the faces of the new AI center. So basically it's a very overlap in terms of capabilities, skill sets, and tool sets. Now here's some more testimonials. I just want to point out that we don't stop with SMEs and startups, so that's a lot of work we do there. We also work intensively with the public sector. For instance, with Statistics Iceland, we have done a couple of hackathons already, just 1-2 basically weeks ago, and we will continue in the next 3 years to also do this and integrate students of us, right? So the HOE students at least are directly involved into these hackathons as well. And if you want to learn more, go on our website, but of course it's also something we want to continue. Now, some of you may ask, why HPC, right? So some of you, who's using Google Colab? Never may ask. So who knows about Google Colab? Right, so, and this is a very fair tool and it's good to use, but there are sometimes SMEs or sometimes, let's say, organizations that cannot stop there. So in one example I want to highlight here, apart from travel and, basically, you see Methane, which is already well established using HPC. We have SME Greenfish as one of our new success stories, really using HPC at scale significantly, and I want to make the case for it. Not only because this gentleman, Sigi, here is a really HPC expert, he really know how to use it. They also use open data sets, which I think is for AI also a very relevant topic, I have to say. And when you try to use this Copernicus EU data store and really want to use now basically AI models, cutting edge AI models, some may go to Google Colab, but you will directly fail, right? There's orders of magnitudes. Firstly, you see a little bit of data set side here. If you can see this too small of 3.6 terabytes that needs to be analyzed. So this is something, if you want to predict phishing accurately, you need the data. And on the other hand, the GPUs that are available on that infrastructure, even if you get a little bit the pro subscription, are by far not enough. Right, so this is now one of the motivations why high performance computing is necessary, maybe not for all, right? This is still Google Colab and smaller clusters have a way to go. But there are some of those that really need cutting edge HPC power, and I think SME Greenfish is a perfect example. And the 2 benefits when you go out here is important for me to take into your account when you think about AI. The first benefit is really we can do much more faster learning. By more GPUs, we can have a speed up really to basically have this deep learning, this distributed deep learning done, for instance,
transformer models, cutting edge autoencoders, whatever it is. And by employing more GPUs, we basically can really do much more faster learning. But there's a second benefit I wanted to also have you there. And I mean, I put here some papers. When the recording is uploaded, you can maybe read more through. We do lots of research how we better tune these techniques to really leverage HPC. But there's a second benefit really, which is often overlooked with many companies we work with or public sector, which is then the hyperparameter tuning. Many of you will know that do AI modeling, that the trick is in the hyperparameters, right? There's lots of accuracy to be gained. And when you train very long on a wrong, let's say, hyperparameter set, this is wasted energy because the model will be bad accuracy. So there are lots of techniques. Here you see one of my PhD students graduating actually this year, and also one paper where we really try to research how to best kind of optimize the hyperparameters. You see a good example of a learning rate, because often humans just pick that, right? They would put 0.02 maybe as a learning rate, and you see here an interesting example by just having a 0.1, you're basically landing on a very bad performance, while 0.0 and so on is then in a very high performance. There's just a very small margin, and how do you know, right? How do you know? As a machine learning practitioner, sometimes it's a bit gut feeling, but we have, of course, means in the HPC infrastructure through systematic hyperparameter optimization to find the really sweet spots in this modeling. And with this, we can improve the accuracy or lower the error rates, if you want, very often in our use cases, and this helps everyone. So these are the two benefits, but when we talk now about large language models, very relevant topic also for Icelandic large language models these days, you see here a little bit of diagram from all these different, let's say, publications we do. We use lots of computing resources, and when you especially talk about large deep learning models, so this is where we have my previous speakers also mentioned OpenAI, ChatGPT. When you want to train this from scratch with these billions of parameters, you definitively need high performance computing. And this was also the topic here that I wanted to basically bring you more to heart, that of course we still use smaller models, right? If you don't swim in data, so when you have, let's say, large data sets, then these kind of cutting edge AI models come into practice. But the price you pay, let's say, with cutting edge transformer models or so is then the computing behind it. And that's where then some of these logos I mentioned in the beginning come in, and they have also something to offer for members of the centers and beyond, the collaboration partners. I want to just allude to a news that you heard perhaps about AI factories. I don't know, is there someone who has heard about AI factories? Okay, a couple of you know. It was very big in Europe, lots of investment from Ursula von der Leyen that wanted it today, basically. So there was a bit of rush in the last year, basically, to establish them. And you see every country in Europe almost got it. We in Iceland were a bit unfortunate. As EEA country, we're not allowed to have an AI factory. So basically, we could at least apply to something called an AI factory antenna. That's why it's a strange term. And we should not translate it in Iceland, but find a better name, I think. So this is something where we were very lucky, and I think we can be proud as Iceland being ranked #1 from all antennas in the proposal. That was quite nice for us to hear, and also for the EuroHPC governing board to see that small countries can really do very good things. So what they offer is computing power for free in a pre-competitive sense, so not the Amazon swiping credit cards and getting, then in the competitive business, in competition with data centers. That's not the goal, but to help us startups, help SMEs, help, let's say, public sector to do tests on AI models and make AI, let's say, AI optimized or, supercomputers which are much more easier to use and to access for AI, which wasn't the case. If you look on my history 20 years back, we just did physical modeling, right? So numerical methods based on known physical laws, car crashes, weather forecast, and things. And when you're now here in Iceland, these are the 4 steps we in the moment can offer for free, every researcher and also basically every SME and startups. For bigger companies, we have to check a little bit, but this is the steps you can basically get, to a stage of really using HPC more and more, where you have the DG Spark units, basically very handy material, 1 GPU on the Science Park, you can get it, play around with this in our computer science division as well. It's not really HPC, but you can try out first the Blackwell GPU speed up. Then the next is the E-Ray infrastructure, our basically research infrastructure we have here. Also there with a new grant, we hopefully get more 8 Blackwell GPUs, so we are significantly making the system better.
And once you have done these baby steps and become a practitioner, then it's time to use the Icelandic share of LUMI. It's a real big powerhouse of a supercomputer. And there you can really start scaling, but the Icelandic fraction is unfortunately rather, let's say, small. We don't pay so much into LUMI. That's why the fourth step is then using the EuroHPC share. 50% of the system is always possible for us, not only in LUMI, also in all European supercomputers. So take that in mind. Supercomputing is accessible. You can talk to us. We will help you there in the new AI Factory Antenna of Iceland, where we teamed up with some I see here in the audience. Alman Aroma is the coordinator, University of Reykjavik. And this is something where we hopefully will do a lot of difference. It would take me a couple of hours to talk about this. We plan a lot of things. The proposal was 130 pages, but we want to advance with AI the language, basically talk a lot about Icelandic language models across different sectors, especially also the public sector, and hopefully also will here and there influence and also can help action items on the AI Action Plan that is just released from the government. So this is our plan, teaming up also with the Met Office and others, and my time is over here. So I would just show you a couple of pictures of, some instructors from HI and also essentially the students, which I think we should not forget in the center, right? That's what you see here. Lots of HI students participating in a real world hackathon, not a fake toy machine learning problem, really something what Statistics Iceland is interested in. With this, I would like to thank you very much for the invitation to talk and see you next time. Thank you very much, Morris, for this great talk. Næst á svið þá langar mig að bjóða Bjarnheiði Kristinsdóttir, lektor við menntavísindasvið. Komið sæl og til hamingju með daginn. Í skóla lærum við að fást við hluti sem eru erfiðir, krefjandi og stærðfræði þar á meðal. Starf innan skólans það þarf að styðja við nám og því veltum við fyrir okkur í stærðfræði menntun hvort og þá hvernig gervigreind geti stutt við nám í stærðfræði. Hvenær sé skynsamlegt að nota hana og hvenær ekki. Ég ætla í erindi mínu í dag að beina sjónum okkar að 3 dæmum notkun gervigreindar frá sjónarhóli kennara, nemenda og rannsakanda í stærðfræði menntun. Við byrjum á kennaranum. Í samstarfi við kollega og stærðfræðikennara á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum þá höfum við 2 ára skeið kannað ýmsa möguleika gervigreindar sem verkfæri fyrir kennara, allt frá því að smíða matskvarða og eins konar skólapúls hvar nemendur standa og yfir í hugmyndavinnu fyrir smíði verkefna. Við höfum rekið okkur á ýmsar hindranir en líka séð eitthvað gagnlegt inn á milli. Þar sem verkefni og verkefnasmíð standa hjarta mínu nær er sérstakt áhugamál, þá ætla ég að skoða hér dæmi hvernig nýta megi gervigreind til að útbúa vinnublöð fyrir nemendur. Við slíka smíði er hægt að ganga út frá ýmsum skorðum eða leiðbeiningum. Þannig höfum við gert tilraunir með hvernig megi nýta gervigreind til að aðlaga verkefni að áhugasviði nemenda, inn á milli með góðum árangri, og tungumáli nemenda með ólíkum árangri eftir tungumálum, líkt og Íris myndist á hér áðan. Auk þess sem við höfum borið saman niðurstöður sem fást. Annars vegar þær smíður eru tiltölulega lokuð verkefni sem reyna á reiknileikni og hins vegar opnari verkefni sem oft reyna meira á hugtakaskilning. Svo virðist sem tillögur gervigreindar að verkefnum sem reyna á reiknileikni geti oft verið í lagi, sérstaklega ef leiðbeiningar eru nákvæmar. Þó virðist gervigreind fremur vera þjálfuð á gögnum sem innihalda verkefni sem henta nemendum á háskólastigi og því þarf ítarlegri samningaviðræður til að fá verkefni sem henta á grunnskólastigi. Varðandi verkefni sem reyna á hugtakaskilning, þá lendum við oftast nær í meiri vandræðum og tilhneiging er til að gervigreind gefi þær hugmyndir af verkefnum sem reyna frekar á að læra skilgreiningar utan bókar, fremur en að verkefnin sjálf reyna á skilning á stærðfræðilegum hugmyndum. Við endurtókum tilraun í verkefninu frá Craig Barton, bandarískum stærðfræðikennara og höfundi fjölda bóka stærðfræðikennslu og fengum svipaðar niðurstöður og hann. Í tilrauninni er gervigreind gefnar frekar nákvæmar leiðbeiningar.
það er smíði verkefna með því að mata hana á vísindagrein vissar dæmatýpur, leggja áherslu á 8 ólíkar gerðar spurninga sem lýst í greininni og til að gera þetta enn skýrara þá hún mötuð á dæmum verkefni sem uppfylla það sem beðið Útkoman getur orðið eitthvað á borð við þetta. Þarna má vissulega sjá dæmi sem mætti nota með nemendum en inn á milli eru líka verkefni sem ekki henta til dæmis á unglingastigi þótt beðið sé það. Röð verkefna ekki alltaf skynsamleg og þetta eitthvað sem reynsla kennara þarf hún að koma inn. Stundum samt ýtt við mér líka þegar ég skoða svona og ég fæ hugmynd að nýju verkefni. En svo eru líka verkefni sem gætu verið opin en eru sett fram af gervigreind í skrefum sem nemandi getur fylgt hugsunarlaust. Ef við skoðum til dæmis dæmi 4a, summa 3 samliggjandi talna 72. Hér væri hægt að stoppa og spyrja hverjar eru tölurnar. Opna þannig verkefnið og fá nemendur til að hugsa sjálf og vinna því í hópum. Við rekum okkur því á ýmsar hindranir þótt útkoman sé ekki alslæm. Nú við reyndum líka að nýta gervigreind til að búa til röð verkefna af ólíku erfiðleikastigi. Skipt í milt, kryddað og sterkt sem síðan getur breyst frá viku til viku. Eftir nokkrar vikur verður það sem nemendum finnst kryddað í dag búið að þjálfast og orðið milt. Tillaga sem við fáum hefur ekki alveg eðlilega stígandi en þetta eitthvað sem bara skapast með reynslu og þekkingu kennara. Það getur því verið snúið að átta sig á þessu en oft má aðlaga og laga út frá vel uppbyggðri kennslubók, reynslu kennara, tína út það sem ekki hentar, fylla í eyðurnar og raða betur. Ef síðan reynt að gera opin verkefni sem nýta má við leiðsagnana, jafnvel út frá mjög nákvæmum leiðbeiningum og vef með aragrúa af dæmum verkefni, þá verður útkoman upp og ofan. Þrátt fyrir mikla samningaviðræður síðan í framhaldinu, þá getur verið ringlandi fyrir kennara að lesa eitthvað á borð við þetta. Hér til dæmis 2 dæmi nemendur og við erum búin að reyna að biðja að búa til dæmi þar sem að nemandinn svarar rangt og þrátt fyrir ítrekaðar samningaviðræður tekst það ekki. Og það sem meira gervigreindin heldur því fram að nemandinn sem giskar á svarið sé sá nemandi sem beitir mestu og bestu tækninni á meðan nemandinn sem að útskýrir vel sína lausn, það svona dregið í efa að þess nemanda lausn sé góð. Og þetta getur auðvitað verið svolítið ringlandi fyrir kennara, þannig að sérstaklega í ljósi þess að í framhaldinu kemur gervigreindin með afar mikinn sannfæringarkraft að kennslufræðileg markmið hafi sannarlega verið uppfyllt, algjört bull. Nú höfum við dvalið lengi við hlið kennarans, lítum aðeins yfir öxl nemenda sem nýta vilja gervigreind sem stóð við stærðfræðina. Kannski rifja eitthvað upp eða hreinlega að fá eins konar einkakennara. Í sumum nágrannalanda okkar og þar á meðal þessum Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum sem ég hef verið að vinna með, hefur grunn- og framhaldsskólum verið leyft að nýta síður á borð við Schoolhub til þess að kenna umgang við gervigreind. Þar má meðal annars finna þennan stærðfræði aðstoðarkennara sem í formi spjallmennis. Þrátt fyrir fögur fyrirheit þarna á síðunni að spjallmennið muni leiða nemanda áfram með spurningum og bjóða upp á vísbendingar, þá birtist meðvirki aðstoðarmaðurinn sem gefur strax allt of mikið upp og nemendur gera sér ekki endilega grein fyrir því að nám virkar ekki þannig. Það að þótt þau geti fylgt skrefum sem lögð eru til og fái rétt svar, þá alls óvíst að þau hafi lært eða tileinkað sér það sem þau unnu með og raunar fremur ólíklegt. Hvað X? Vísbending, X 4. Við getum spurt okkur hvernig þetta ætti að geta hjálpa nemanda við að skilja verkefnið. Svo bætast ofan á ýmsar tungumálahindranir. Það farið rangt með hugtök og orðalag og það jafnvel svo að við prófanir hjá kennaranemum í samstarfi við reynda kennara, þá getur það gerst að uppdiktuð hugtök gervigreindar fari gegnum radarinn við yfirlestur, hreinlega af því að þau hljóma svo ákaflega sannfærandi. Hvað til dæmis að sammeykja tölur? Það ekki víst að nemandi myndi biðja aðra nálgun, líkt og ég gerði hér. En þá kemur aftur í ljós að líkanið virðist fremur tilbúið að aðstoða háskólanema en grunnskólanema. Vísað í faggreinar og námskeið á háskólastigi sem óvíst að grunnskólanemi tengi við.
Ef nemandi síðan áttar sig ekki á þeim dæmum sem gefin eru og biður einhvers konar einföldun, þá hreinlega eykst bullið. Skoðum að lokum örstutt hlið rannsakandans þegar kemur að greiningu viðtalsgagna með aðstoð gervigreindar. Hér sést dæmi kynningarteksta fyrir greiningarforrit sem eru studd gervigreind, meðal annars til að skrá teksta út frá upptökum. Árið 2018 braut ég úlið og gat ekki skrifa á lyklaborð og nýtti þá tilraunaútgáfu af sjálfvirku tóli til að breyta tali í teksta og nýtti þetta til þess að skrifa tölvupósta á ensku. Þetta reyndist mjög vel á ensku en var ekki í boði og virkaði ekki á íslensku. Nú eru slík verkfæri í boði á mörgum tungumálum en þó alla jafna ekki á íslensku. Við kóðun viðtalsgagna þá reynir á að þjálfunargögnin og kóðun rannsakandans sé skýr. Auk greiningarforrita hefur ChatGPT verið notað í slíka vinnu en þá skiptir auðvitað máli að kanna siðareglur. Að minnstakosti ætti gögnin ekki að vera persónugreinanleg og ekki að fjalla viðkvæmt viðfangsefni. Á stóri alþjóðlegri ráðstefnu stærðfræðimenntun í febrúar á þessu ári var ég í vinnuhóp með rannsakendum frá New Hampshire í Bandaríkjunum sem gerðu tilraunir með þetta. Aðalrannsakandinn, Rebecca Butler, hún kóðaði 8 viðtöl af 34 við dæmakennara, fylgdist með þróun þeirra í starfi, nýtti fyrirmæli sem þróuð voru af Zachary Dunawin við Kaliforníu háskóla í Davis og eftir að hafa farið yfir útkomuna og greitt úr ósamkomulagi reyndist tæplega 70% áreiðanleiki milli matsfólks kóðun viðtalana, það er að segja milli hennar kóðunar og kóðunar sem gervigreindin sá Þetta er ágætt hlut þó mann endurspegli einhvers konar bjaga í þjálfunargögnum sem er akkurat það sem hún er að gera núna því að hún er með 18 viðmælendur til viðbótar og fleiri viðtöl til að greina. Að lokum vil ég nefna umhverfisáhrif sem mikilvægt atriði þegar rætt er notkun gervigreind. Það kostar 10 sinnum meira rafmagn að nota ChatGPT fyrir spurningu heldur en einfalda leitarvél án gervigreindar stillingar. Nemendur við Karlstad háskóla sem nýttu gervigreind í námskeiði aðferðir stærðfræðinnar í 14 vikur komust til dæmis að þeirri niðurstöðu að í reynd hefðu þau tapað tíma á að reyna að fá gervigreind til að ræða við sig og útskýra málin fyrir sér og að leiðbeinandi þeirra hefðu ítrekað þurft að grípa inn í til að leiðrétta villur sem upp komu. Þannig að það á ýmislegt eftir að batna þá ef við ætlum að nýta hana enn meira í framtíðinni. Annars þakka ég kærlega fyrir áheyrnina. Við þökkum Bjarnheiði kærlega fyrir þetta skemmtilega erindi og núna hefst pallborð hlutverk háskóla í þróun og nýtingu gervigreindar. Þannig mig langar að biðja pallborðs viðmælendur að fá sér sæti og spyrlandur okkar eru Hafsteinn Einarsson, prófessor við verkfræði og náttúruvísindasvið og Hrefna Dögg Gunnarsdóttir, lektor við félagsvísindasvið. Viðmælendur eru Magnús Karl Magnússon, prófessor við heilbrigðisvísindasvið, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Lilja Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms og Oddur Þorri Viðarsson, dómari við Héraðsdóm Vestfjarða. Nú ætla ég að biðja bara spyrlanum að taka við. Takk fyrir Stefanía. Mjög gaman að sjá ykkur öll hérna í dag. Takk ykkur öllum kærlega fyrir að koma og verið öll velkomin á þessar pallborðsumræður hérna í dag. Sjálfur heiti ég Hafsteinn Einarsson og er dósent í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. Og með mér er... Já, og ég heiti Hrefna Dögg Gunnarsdóttir og ég er lektor við lagadeild Háskóla Íslands. Og við erum hérna, kannski verkefni okkar Hafsteins svona dagsdaglega, þau endurspegla svolítið efnistök okkar hér í dag, það er að segja tæknin annars vegar og svo leikreglur samfélagsins hins vegar. Og við ætlum að leiða ykkur hér í gegnum umræðu með þessum frábærum panelistum sem við höfum fengið til þess að vera með okkur. Við stöndum nefnilega á tímamótum í dag með tilkomi gervigreindarinnar. Hún er farin að móta það hvernig við vinnum eins og við sjáum hérna í erindunum áðan, hvernig við lærum og hvernig við lifum. Og spurningin sem við viljum svolítið velta fyrir okkur í dag er bara hvert er hlutverk háskóla í þessari þróun. Og til að ræða þetta þá hefur einmitt fengið til okkar þetta úrvalsfólk sem nálgast þetta viðfangsefni frá ólíkum
áttum og þau hafa nú þegar verið kynnt til sögunar og ég vil bara bjóða ykkur öllum hjartalega velkomin. Ég hlakka til að spyrja ykkur spjörunum úr hér á eftir. En það bara leyfa Hrefnu Dögg að hefja leikinn og Og vindum okkur bara í þetta og fyrsta spurningin sem að við höfum lagt upp með hér í dag og kannski svona aðal spurningin að hún sú að við byggjum öll ykkur öll sem að sitja hérna með okkur að svara. Það hvert rannsóknar hlutverk háskólans í tengslum við gervigreind. Og áður en ég hleypi ykkur á stað, þá ætla ég að biðja ykkur að þetta er mikil spurning, áttum á því og óskum eftir því að fá kjarnert svör. En ég vil líka fá að leiða þetta, þar að segja, í þessu samhengi. Þá vildi ég bara fá að byrja til að beina þessari spurningu til Lilju. Og kannski að þegar þú svarar henni að þá hafir í huga kannski svona þessa undirspurningu sem að svo. Almannarómur hefur núna unnið náið með háskólasamfélaginu að máltækni. Það módelið fyrir framtíðina? Það að segja að háskólinn sé bakhjarl í tækniþróun sem að hefur líka skýran samfélagslegan ávinning. Gjörðu svo vel, Lilja. Takk fyrir. Ég vissi að ég þyrfti að vera að halda. Heyrðu, ég það kannski, ef ég útskýri fyrst í örskumu máli fyrir þá sem ekki þekkja almannaróm, þá erum við miðstöð máltækni og höfum starfað síðan 2014 að þessu markmiði að tryggja að íslenska virki í tækni og að tækni virki fyrir íslensku. Og nákvæmlega eins og þú útskýrir svo fallega, erum svolítið svona miðjan sem að tengi saman samfélagið og atvinnulífið og svo vísindasamfélagið. Og ef ég kannski byrja í upphafið spurningarnar sem snýra rannsóknarhlutverkinu og hvar háskólan og ef maður hugsa háskólan á Íslandi, þá finnst mér svona viðmátið línan sem ég hef heyrt oft og kannski ekki síst þegar ég starfaði við stefnumótun. Ég var í forsætisráðuneytinu þessum tíma og í ýmiss konar samtölum þar, þá heyrði maður oft, Ísland gervigreind, þetta þetta risa heimskapplaup, við erum pínu lítil, þetta ekki staðurinn þar sem við að vera að keppast við að sækja fram. Og þá segir maður á móti, en hver ætlar þá að hugsa það í okkar samhengi ef við gerum það ekki sjálf? Og það tengist svo fallega inn í það sem almannarómur gerir, sem við á Íslandi eigum lítið tungumál og til þess að tæknin virki fyrir okkar tungumál, þá þurfum við að byggja undirstöðuna svo megi verða og það á við á miklu fleiri stöðum heldur en bara í tungumálinu. Þannig að hvað rannsóknar hlutverki varðar, þá hef ég mikinn áhuga á þessu sem snýr kannski sérstaklega að sérstöðu Íslands og sérþörfum Íslands og ég held að það séu mikil tækifæri fyrir okkur þar. Ljómandi, þakka þér fyrir þetta, Lilja, og þá kannski beini ég næst spurningunum minni til Sigurðar. Ef við tökum upp þráðinn það sem frá Lilju, þá hlutverk, hvernig getum við þá aukið gildi þess sem framfer í háskólanum fyrir atvinnulífið og þá kannski sérstaklega íslenskt atvinnulíf ef við erum að hugsa þetta samhengi við það sem að Lilja að fjalla Já, takk fyrir og ég vil nú byrja á því að óska innilega til hamingju með stofnun gervigreindarsetursins. Þetta stór áfangi og það var virkilega ánægilegt að heyra af þeim verkefnum sem voru kynnt hérna í dag og ég er sannfærður að það eru mörg fleiri sem eru í gangi og við munum heyra af síðar. En ég held að það sé til dæmis eitt verkefnið að það að stuðla að því í samstarfi aðra að stuðla að vitundavakningu. Vegna þess að gervigreind þó að helmingur landsmanna noti hana reglulega að þá þetta ennþá að einhver leyti framandi. Þannig ég held að við þurfum að gera þetta aðgengilegt fyrir fólk og hjálpa fólki að tileinka sér þetta. Þetta snýr líka að menntun og færni. Gervigreindin þetta iðnbylting út af fyrir sig og einhver hefur sagt að þetta sé stærsta uppgötvun mannkyns síðan að mannkynið tamdi eldinn og eins og eldurinn að þá eldurinn fól í sig mikil tækifæri en líka miklar ógnir. Hann hefur eyðilagt mikið en gert mikið gagn og það þetta sama með gervigreindina. Hún felur í sér mikla möguleika sem við þurfum að beisla en leið að þá þarf að huga að áskorunum og ógnunum sem að henni fylgja. Það til dæmis mikilvægt viðfangsefni háskólana
að mínum mati, að kortleggja það og svona hjálpa til við stefnumörkun til að mynda í samfélaginu, hér og annar staðar, hvernig við getum sett leikreglur eða komið okkur saman notkun af þessu tagi. Varandi samstarfið, þá held ég að það sé mjög mikilvægt, samstarf atvinnulífs og háskóla, og sjálfur hefði ég gjarnan vilja sjá meira af því, vegna þess að auðvitað í háskólanum er verið að vinna stórmerkilegt starf því öll á hverjum einasta degi að skoða mjög merkilega og magnaða hluti, en í atvinnulífinu er svo unnið að hagnýtingu eða svona meira hort á aðra þætti. Þú veist, hvatarnir eru náttúrulega ólíkir í háskólum eða í fyrirtækjunum. En það er til mikils að vinna að tengja þarna saman, og ég meina almannarómur er náttúrulega mjög gott dæmi þetta, og leið áminningu það að við erum þegar komin af stað í þessari byltingu. Þetta er ekki bara einhver spurning, maður heyrir stundum, er þetta eitthvað sem við eigum að taka þátt í eða ekki? Það er auðvitað, svo spurning er auðvitað á ekki við. Þannig ég held að þarna séu mikil tækifæri, en við þurfum kannski að finna leiðirnar til að tengja saman. Ég held að gervigreindasetrið sé mjög góð leið til þess, og fleiri skólar, HR náttúrulega hafa farið af stað líka með önnur verkefni, þannig að við þurfum að finna það. En ég held að það megi horfa kannski líka á styrkjaumhverfið þarna. Þar væri hægt að setja upp ákveðna hvata. Við horfum til dæmis til Svíþjóðar, þar sem eru mjög öflugir sjóðir fyrir utan ríkið, sjóðir eins og Wallenberg-sjóðirnir eða aðrir sem að styrkja rannsóknir stóra fjárhæðir á hverju ári. Að þar eru til dæmis innbyggðir hvatar til samstarfs fyrirtækja og vísindana. Þannig að þetta er svona eitt dæmi módel sem að er áhugavert, og svo eru örugglega til fjölmörg. Takk fyrir Sigurður og Magnús Karl, ef að ég fæ að halda áfram með þetta samtal og beina þá spurningunum til þín, og kannski bæta þá við í þessu samhengi, miða við þennan kannski að einhverju leyti yfirþyrmandi lista af verkefnum sem að blasa við, og þau mismunandi hlutverk sem að háskólinn getur haft í því samhengi. Hvernig eigum við að fara að því að sinna því okkar megin hlutverki að stunda grunnrannsóknir á mismunandi sviðum, og svo alla þessa hina þætti sem að einhver þarf að taka? Takk Hrefna, og ég ætla að taka undir með Sigurði og skutla hamingju. Þetta er stór dagur og mikilvægt fyrir háskólan að hafa gervigreindarsetur sem kannski afmarkar stofnunina sem fókus hennar á þessa umbyltandi tækni, og við þurfum að muna það líka, þessi umbyltandi tækni mun breyta samfélagi okkar, hún skapa vandræði og tækifæri á sama tíma, og við þurfum sem samfélag að hugsa hvernig við tökum á því. Ég held að við sem háskóli og háskólasamfélag þurfum að hugsa það hvert hlutverk háskóla er. Ég er ekki hér sem fulltrúa Háskóla Íslands, heldur vil ég kannski líta meira á mig sem fulltrúa þessa ideal háskóla sem að reyna að gera það sem góðir háskólar gera. Það er að mennta fólk og skapa nýja þekkingu. Og við verðum að muna það líka að gervigreindin, þessi umbyltandi tækni, hún óx út úr háskólasamfélagi og þekkingarsköpun. Nóbelsverðlaunin í fyrra í eðlisfræði komu til 2 prófessora sem að fyrir 40-50 árum síðan lögðu grunninn að því að þessi tækni óx og varð að því sem er í dag. Þannig það er þekkingarsköpunin sem að háskólinn þarf að hugsa. Við höfum ýmiss konar hlutverk, en þetta er grundvallar hlutverkið okkar. Ef við sinnum því, þá sinnum við samfélaginu. Við þurfum að passa okkur svolítið að vera ekki of upptekin af því að leysa stöðugt þau vandamál sem komið utan frá til okkar. Við þurfum að taka þátt í því, og ég tek undir með Sigurði. Ég held að til dæmis hvernig við fjármögnum háskóla, hvernig, og ég vil segja vanfjármögnum háskóla á Íslandi, hefur áhrif á það hvernig við munum bregðast við þessari stóru spurningum. Við þurfum að fjármagna þekkingarsköpun. Ísland sem samfélag og Nóbelsverðlaunin í hagfræði í ár hafa fært okkur heim sanninn það að nútíma samfélag þau vaksa ekki án þekkingarsköpunar. Og þetta þarf að vera grunnurinn að því hvernig við hegðum okkur í okkar háskólasamfélagi.
Við þurfum að stunda þekkingasköpun. Síðan eru tól eins og Sigurður að benda á, hvernig við getum til dæmis stuðlað að samvinnu atvinnulífs og háskóla. Við höfum notað það mjög lítið. Við höfum verið með einföld tól og ég tek alveg undir það, þar þurfum við að hugsa betri tól. En ég vil líka benda á dæmi það, hvar við tekist vel til. Meðan við sátum hér og verið var að hefja mál. Í þessum dæmum sem við sáum hérna í erindunum í dag og bara það sem við þekkjum frá gervigreindinni og svo spunagreindinni, það er ekki endilega hægt að reiða sig á allt það sem fram kemur. Hvernig eigum við að leysa þetta? Horfum aðeins bæði þá kannski til rannsókna og kannski kennslu? Eigum við að vera einblína sem háskóli á að þróa og nýta tæknina? Eða getur það farið saman að afhjúpa veikleika hennar og sporna gegn óábyrgri notkun? Já, einmitt, ég held að ég sé kannski að fá mig eitthvað orð að vera svona einhvern veginn anti-gervigreind, sko. Það er ekkert endilega þannig, sko. Það er fyrst og fremst þessi spunagreind sem að ég tel tilefni til að gjalda verulega varhug við. Og ég er ekki sannfærður það sjálfur að það sé til ábyrg notkun spunagreindar, allavega ekki í háskólanámi á grunnstígi, sko. Eins og við sáum í frábæru erindi þarna síðast, sko. Og þá er ég að horfa á það að bæði eru háskólanemendur á þessu stígi, þeir eru ekki orðnir sérfræðingar í því sem þeir eru að læra og hafa ekki getu til þess að skilja á milli upplýsinga og vitleysu sem þeir eru að fá úr gervigreindinni og kannski ekki síður það sem er enn mikilvægara er að háskólanám í mínum huga allavega fer fram í huga nemandans. Háskólanámið er ekki það sem gerist á Uglu eða Canvas eða Inspira. Takk fyrir. Við viljum að færa okkur aðeins í svona spurningar sem snúa kannski meira hlutverki háskólans í að vernda og þróa íslenskt samfélag. Og ég ætla að beina spurningunni til Sigurðar. Við ræðum mikið ábyrgð háskólans, eins og við vorum til dæmis að ræða núna ábyrgð í notkun á gervigreind. En háskólinn er einmitt að mennta fólkið sem mun síðan vinna í atvinnulífinu og atvinnulífið sækist eftir hraða og hagræðingu. En gervigreindin getur verið svona svartur kassi eins og búið að koma aðeins inn á sem tekur ákvarðanir sem enginn skilur og eins og líka komið inn á í erindinu hjá Guðbjörgu Lindu áðan. Og hvernig ætlar atvinnulífið að axla ábyrgð á því er hætta að fyrirtæki noti tæknina gagnrýnislaust til að spara peninga á kostnað réttinda fólks og ef svo er, hvað getur háskólasamfélagið gert til að aðstoða ykkur við að setja siðferðisleg mörk? Því þau eru kannski ekki enda búin að myndast. Já, þetta er mjög góð spurning og þetta með siðferðilegu mörkin er kannski það sem við vorum að ræða þess áðan að það er eitt af því fjölmörku sem við þurfum að finna út úr og við treystum mjög mikið á háskólasamfélagið þar. En ég held að lykilatriðið þarna er dómgreind því að þú veist, það er bara stór hluti af því að aðlagast eða taka gervigreind í notkun að það er að skilja þess á milli eða svona nota dómgreindina varðandi það hvernig maður nýtir þær upplýsingar sem að birtast manni eða koma þarna fram og við höfum séð ýmis dæmi það í fyrirlestrunum hérna í dag og varðandi dómgreindina þá held ég að samfélagið hljóta að reiða sig á háskólasamfélagið eins og aðra til þess að koma því við. En varðandi svona hraða og hagræðingu og annað sem að þú vísar í fyrirtækjunum að þá myndi ég kannski segja að eins og við fórum yfir áðan hvatarnir eru auðvitað mjög ólíkir í háskólum eða í fyrirtækjum og það eru aðri þættir sem eru lagðir til grundvallar og svona ólíkir þættir sem að skipta máli. Ég meina augljósa dæmið er bara að skrifa og birta greinar og hitt er að skila hagnaði til að mynda. Þetta er svona einfalda myndin. Og fyrirtæki auðvitað skila ekki hagnaði til lengri tíma ef þau eru óábyrg í sínu framferði. Þau reiða sig á viðskiptasambönd til lengri tíma að framleiða góðar vörur eða skila góður þjónustu þannig að ég held að það muni örugglega skilja mjög hratt á milli þeirra sem að vanda sig ekki og svo hinna sem að gera það. Takk fyrir. Ég ætla að halda aðeins áfram á þessum nótum og það verður talað bara siðferði og framfarir og beina þá næstu spurningu til Odds og kannski mátt endilega líka svona komið með vangaveltur í kringum svar Sigurðar.
En Sigurður, þú vilt eflaust eins og við komum inn á kannski sjá hraða innleiðingu til að auka framleiðni, auka hagnað, en Oddur, þú þarft kannski að huga að réttaröryggi. Getur háskólinn verið of varkár og íhaldsamur eða hann nauðsynlegur svona bremsuklossi á tækni sem mögulega að fara of hratt? Sko ég gerir sjálfur sér engar athugasemdir við hraða innleiðingu gervigreindar þar sem hún yfirhöfuð á við, þar sem búið að mynda einhverja samstöðu að gervigreind sé góð hugmynd til þess að leysa vandamál. Og ég get sem dómari nefnt sem dæmi, ég get ekki beðið eftir að fá góða talgreina sem geta greint það sem fer fram í dómsal með nægilegri nákvæmni til að spara okkur mjög margar vinnustundir á ári. Og þessi tegunda gervigreind, við hreinlega getum ekki beðið eftir þessu. Þar Háskóli Íslands mjög mikilvægur og til dæmis, ég meina ef við förum að útskrifa verkfræðinga sem að ráða ekki við gervigreind, að þá verða verkfræðiprófin frá HÍ mjög fljótlega verðlaus. Þannig að þetta einfaldlega þessi skilsmunur á milli spunagreindar sem ég held að spinni fyrst og fremst frekar en að hjálpa okkur og þessari hjálplegu gervigreindar, hann mjög mikilvægur. Takk fyrir. Ætli að leyfa Magnúsi og Lilju að taka eina síðustu spurninguna og sjá svo hvort við höfum smástund fyrir auka spurningu í lokin. En Magnús, þú mögulega sér gervigreindana með einhver tækifæri sem gætu þá bjargað mannslífum og Lilja, þú sér tæknina mögulega þannig að hún þarf að skilja mannlegt mál og menningu. Getur háskólinn brúa bilið milli þessara hörðu vísinda og hugvísindana? Þurfum við tæknimenn sem lesa heimspeki og lækna sem kunna að forrita? Ég veit ekki svarið, en ég held með gervigreind þá muni jafnvel aukast frekar að minnki þörfin á því að læknir skilji mannslíkamann og sé góður læknir. Ég held að það sé grundvallaratriðið. Ég held að takast á við það verkefni og við erum í upptekinn af því þegar við erum að mennta læknanema núna. Ég hugsa mikið það núna þegar við erum að mennta kynslóð sem að fara í gegnum menntakerfi núna notandi gervigreind. Þetta stórkostlegt tækifæri en auðvitað höfum maður áhyggjur af því að hvað maður segja, aðferðafræðin við að tileinka sér fræðin, hún að breyta svo mikið að ég held að við óskup einfaldlega vitum það ekki út frá hvað maður segja, hvernig heiminn starfar og hvernig við tökum af okkur þekkingu, hvort að þetta sé, hvað maður segja, muni skila sama árangri og hefur gert áður. Ég bara veit ekki svarið við því. En ég held að grundvallaratriðið sé við fókuserum á að læknir sem að getur tekist á við það að nýta gervigreindina, hans megin viðfangsefni að svara spurningunni, gervigreindin að stunda góða læknisfræði? Það að segja, þegar gervigreindin í dag farin að lesa röntgenmyndina, þá eini aðilinn sem getur kannski að einhvern hátt lagt mat á það hvort að hann las rétt sé einhver sem kann að lesa röntgenmyndina. Og þannig að ég held að lausnin sé ekki svo að við séum að búa til tölvunarfræðing sem að veit hvernig gervigreindin komst aðeins til niðurstöðu heldur. Við þurfum á sama hátt og áður þurfum að hafa góðan lækni til þess að skilja grunninn í því sem læknir að gera. En ég auðvitað svolítið bara að spekulera núna og ég fullt á þessum svörum sem ég hef bóðskleifinlega mikið svarið við. Ég get með glöðgeði spekulera með þér. Ég veit alveg örugglega ekki svarið heldur, en ég held einhvern veginn ef við sjáum hvernig gervigreind, spunagreind, kannski fyrst og fremst nýtt í dag, þá tekur hún einföldu verkefnin að einhverju marki og skilur eftir það sem í efra laginu og til að sinna þeim hluta vel þá þarftu oftar en ekki að hafa frekar breiðan þekkingagrunn sem að myndi tala til þess að við viljum skilja önnur svið en kannski ekki síst að við þurfum svo öll að skilja tæknina sem við ætlum að nota þannig að kannski þurfa allir litla tölvunarfræði í sér eða verkfræði en svo líka bara áhvert að horfa á það sem að þjónar þessum tilgangi sem hefur verið vel gert eins og máltækniáætlanir stjórnvalda þessum að íslensk stjórnvöld ákveða hér eitthvað sem skiptir okkur máli og þetta svo dásamlega skemmtilegt að það að standa vörð íslenskuna ég held að segja eitthvað 98% Íslendinga segja að þetta skiptir okkur máli þannig að þetta örugglega eini málaflokkurinn sem að lifir alltaf af stjórnarskipti og nýtur áframhaldandi stuðnings sem dásamlegt en þarna sett ákveðin rannsóknaráætlun og það sem fallegt við hvernig hún var unnin hún sótti fræðafólk
í bæði HÍ, HR, hinga til, hefur bara verið þessi 2 skólar, Árnastofnun og svo líka fræðafólk sem eru starfandi hjá litlum sprotafyrirtækjum og setti alla þessa aðlega í samstarfi kringum að byggja innviðina. Og þarna færðu sjálfkrafa líka svolítil þekkingaskipti og dýfkar þekkingagrunnin þvert á sem er kannski auðveldar svo líka að tengja það við hagnýtingunan í atvinnulífið og í þá áttina. Tek ykkur til hliðar við hérna raunverulegu spurninga því ég veit ekki svarið, en mögulega má nýta það sem grunn til að hugsa um það. Já, takk fyrir þessar vangaveltur. Mér finnst mjög gaman að heyra líka þessar vangaveltur að einhver þarf að skilja það sem kemur frá gervigreindinni og lagt mat á það. Einhverjar vangaveltur hafa verið í gangi til dæmis að í framtíðinu verðum við öll verkefnastjórar því að það er ekki sérfræðinga lengur og öll verðum við að verkefnastýra gervigreind. En það kannski leiðir mig svolítið inn í síðustu spurninguna, erum við ekki alveg á góðum tíma? Og það er og ég vil ekki fá svarið að við þurfum að kenna meiri verkefnastjórnun. En ef við mættum tryggja að eitthvað tiltekið námsefni, áherslur inn í námskrá Háskóla Íslands fengju svona meiri athygli til að mæta þessari gervigreindagbyltingu, hvaða námsefni eða áherslur væru það? Og ég ætla bara að bjóða ykkur að taka orðið. Og ég get bara að byrja því að ég var að klára. Ef það er einhver færni þá held ég að tala svolítið inn í svona síðasta umræðu efni sem er að byggja færnina til samvinnu og til þess að eiga samtala ólíkum grundvelli. Þannig að ég held einhvern veginn þverfaglegt er galdurinn og samvinna er galdurinn og það er það sem er svo fallegt við það sem að þið eru öll að gera í dag, nákvæmlega með þessu setri sem er að tengja við erum öll að vinna í gervigreind, við erum að gera það þvert á þennan risastóra háskóla og það held ég að sé og verði alveg bókað vísir að ykkur mjög spennandi. Já, ég get aðeins komið inn á þetta frá lögfræðinni. Ég meina, grundvallarhugtökin þar eru kannski dómgreind, eins og Sigurður er búinn að minnast á, og svo er annað hugtak sem er ákvörðunartaka. Við getum ekki gleymt því að þetta eru vélar. Þær skilja ekki, þær vita ekki hvað það er að vera manneskja og þegar við stöndum frammi fyrir mannlegum ákvörðunum eða því sem okkur langar til að gera, þá eru vélar bara ekki rétta verkfærið. Og við tökum sem dæmi, ég meina, ef við stöndum frammi fyrir því að loka manneski inni eða taka börn af manneski, það eru bara aðrar manneski sem skilja raunverulega hvað er að gerast. Vélarnar geta allavega í dag bara þóst skilja það. Á þessu er svo mikilvægur munur að við verðum aðeins að staldra við. Ég gerir bara smá athugasemdir við að við verðum verkefnastjórar og þeir verði sérfræðingarnir. Vélarnar byggja bara því sem við höfum gert. Þær búa til einhvern graut úr því sem að menn hafa áður skrifað og samið og hugsað. Nýjar hugsanir hef ég ekki séð frá vél ennþá. Þegar það gerist, þá vona ég verði löngu dauður. Já, ég held að snúi svolítið kannski tæknina og hennar takmörk og gagnrýna hugsun, kannski hvernig við nýtum tæknina, hvernig við nýtum hana ekki. Það sé kannski það sem að væri mjög svona hagnýtt. Já, ég ætti náttúrulega helst að vita hvernig þetta svara þessari spurningu hafandi starfað sem háskólakennari ansi lengi en ég held að vissu leyti við stöndum mörg frammi fyrir því núna að við höfum reitt okkur ákveðna kennsluaðferðir og ég held við séum að finna það mörg að kannski eru þessar kennsluaðferðir ekki það réttu í viðkomandi umhverfi. Við erum ofta að messa yfir of litlum hópi fólks sem hluti fólks er heima hjá sér og er að einhvern veginn að stunda námi með ólíkum hætti. Ég held að gervigreindin kalli á það en ríkari mæli að við stundum háskólastarf kannski meira í líkingu við það sem var gert fyrir 100 árum síðan í samtali, í að leysa úr vandamálum í hópum, í að vera með einhvers konar tutorial og mentorship sem að eru hlutir sem að gervigreindin mun sennilega síst geta kannski leyst okkur á hólmi í en á sama tíma eigum við að nota tæknina sem gervigreindinni fylgir til þess að geta tileinkað okkur ýmislegt sem gervigreindin á svo auðvelt með að kenna. En ég hef áhyggjur af því að við séum ekki alveg að átta okkur á því hvernig kynslóðin sem er að koma inn í háskólanum í dag er að ná sér í þekkinguna.
og við séum að nota módel sem miðast við eldri tíma og ég held jafnvel að lausnin sé að fara ennþá aftur í tíman og fara yfir í kannski mjög gamaldags módel samræðu og leysa úr vandamálum saman og það sé kannski, þetta svarar ekki beint spurningunni en það er kannski frekar kennslu aðferð frekar en námskeið svo ætlum að bæta inn. Takk fyrir. Hjartans takkir. Við höfum snert á mörgum stórum spurningum í þessu pallborði og spurningunum verður ekki svarað hér í einu stuttu pallborði, við komumst að því líka. Áður en við gefum orðið aftur til Stefaníu, okkar faglega leiðtoga, Gervigreindarsetrinum, þá vildum við bara þakka ykkur innilega fyrir að deila af ykkar þekkingu og reynslu með okkur í dag og taka ykkur tíma til þess að vera hérna hjá okkur. Takk. Hæ, að hlaut að koma að þessu. Við langar að þakka bara öllum þáttakendum í dagskráni okkar fyrir og ég ætla bara að vera þetta með bara mjög stutt loka orð, svona að kynna næstu skref hjá setrinu. Núna höfum við opnað vefsíðin okkar ai.hi.is, svona hérna, og ég hvet ykkur öll til að skoða hana því það er alveg gnótt af upplýsingum setrið, meðal annars gildi okkar og hlutverk. En við viljum fyrst og fremst stuðla að bara aukinni nýsköpun og rannsóknum á sviði gervigreindar og gagnavísinda. Við viljum líka efla menntun og vera skýr snertipunktur við samfélagið þegar kemur að álitamálum snerta gervigreind og gagnavísindi. Síðast en ekki síst, þá viljum við stuðla að umræðu ábyrga nýtingu tækninnar. En það er margt á döfinni hjá okkur, margt skemmtilegt. Meðal annars þá höfum við nú hafið málstofu gervigreind og tölfræði í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu. Þannig á hverjum þriðjudagsmorgni er nú málstofa í Tjarnarsalnum í Íslenskri erfðagreiningu og dagskráin er vel kynnt á heimasíðunni okkar, þannig að þið getið fylgst þarna með. Við höfum líka hrundið af stað hlaðvarpi gervigreind og gagnavísindi og núna eru 2 þættir komnir í loftið. Hvað er gervigreind og getur gervigreind spáð fyrir jarðskjálfta? Og það er líka hægt að skoða þá þætti á heimasíðunni. Að lokum þá erum við alltaf að leggja núna alveg töluverða vinnu í það að auka aðgengi framhaldsnema að hagnýtum rannsóknarverkefnum og auglýsa þau miðlægt á síðun okkar. Þannig að ef það er einhver hér sem er með góða hugmynd að rannsóknarverkefni þá má hann endilega hnippa í mig hérna á eftir eða senda inn hugmynd aftur á heimasíðunni. En að lokum þá verði nú að minnast það að svona setur verður ekkert til bara upp úr engu. Okkar bakhjarlar eru verkfræði og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands og Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. Auk þess þá stóðu ansi margir aðilar að þróun heimasíðunnar og við viljum þakka þeim kærlega fyrir vel unnin störf og þá verði ég eiginlega sérstaklega núna að minnast á hann Hafstein Einarsson sem situr hér þar sem hann leiddi þessa vinnu áfram. Takk Hafstein. Auk þess þá verði ég líka að minnast á hana Hlín Eyglóardóttur. Er hún, hvað séu þau? Er hún frammi, auðvitað, sem að aðstoða okkur alveg svakalega mikið við skipulagningu þessar opnunarviðburðar. Allir að eiga eina Hlín. En stjórnin, hún á líka mikið lof skilið og mig langar að nýta núna tækifæri til að fá þau sem hér eru upp á svið svo þau sjáu þau öll, þá sé ekki bara myndir. Þetta eru
eins og Silja benti á, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði. Hrefna Dögg, komið upp hérna, ekki láta mig standa eina. Já, Hrefna Dögg Gunnarsdóttir, lektor við lagadeild, Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði, Elías Rafn Heimisson, sem er því miður annar staðar, en hann er rannsóknarlektor við Jarðvísindastofnun, og svo er það Lotta María Ellingsen, prófessor við rafmagns- og tölvuverkfræðideild Háskólans. Og ég verð að segja að það bara voru algjör forréttindi að fá að vinna með þessum hóp við að stofna svona setur, af því að það er ekki nóg með að þau séu öll að stunda hágæða rannsóknir á sínu fræðasviði, heldur er þetta allt fólk sem gengur bara í hvaða verkefni sem er til að koma svona setri á laggirnar og þess vegna erum við hérna í dag. Það er hérna þeim að þakka, þannig bara að við ekki bara klappa eins. Þar að auki vil ég fá að þakka öllum þeim vísindamönnum sem eru núna aðilar að setrinu. Þetta setur er náttúrulega bara vísindasamfélagi sem við erum að skapa hérna saman. Og núna eru tæplega 50 vísindamenn innan háskólans aðilar að setrinu og við erum að vinna ötult að því að stækka hópinn. Þannig að ef það er einhver hér sem að vinnur að rannsóknum innan háskólans tengdum gervigreind og eða gagnavísindum, þá megið þið endilega hafa samband við mig, láta mig vita, svo getur bætt ykkur í þennan frábæra hóp. En já, nú langar mér bara að þakka ykkur öllum fyrir komuna og bjóða ykkur að fara fram og fá ykkur veitingar.